Takk fyrir það. Þá komum við að síðasta liða dagskrár, skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Afsakið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðustu vikur hafa litast mjög af viðbrögðum samfélagsins við þriðju bylgju COVID-19 og í hendi við það helst fjárhagsáætlunargerð sem vegna ástandsins snúnari en nokkru sinni fyrr. Allir fundir, fjölmennir og fámennir, langir jafnt sem stuttir eru nú fjarfundir og hefur það fyrirkomulag sannað gildi sitt svo munar. Fjarfundir skila því sem til ætlast og spara tíma og fjármuni. Föstudagurinn 9. október var að mestu undirlagður af ársþingi SSN sem var einstaklega vel heppnað og vil ég hrósa starfsfólki og stjórn fyrir frábært þing. Mánudaginn 12. október átti ég athyglisverðan fjarfund með Gunnlaugi Júlíusinni, hagfræðingi sem nú vinnur að meistaraverkefni fjármálastjórnun sveitarfélaga og það var margt áhugavert sem við ræddum og ég sannfærð það að Gunnlaugur mun vinna mjög merkilegt verkefni í þessu meistaraverkefni sínu. Nú aðalfundur Norðurár BS var haldinn þriðjudaginn 13. október og aðalfundur Moltu föstudaginn 16. Fimmtudaginn 15. október var haldinn fyrsti fundur verkefnahóps skilgreiningu og svæðisbundnu hlutverki Akureyrar sem skipaður var af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. Á fundinum var meðal annars farið yfir almennt verklag nefndarinnar, afmörkun verkefnisins og tímaáætlun og ég verð að segja að ég er ákaflega spennt fyrir þessu verkefni og ég held að það verði fjölmargt gott sem muni koma út úr þessu verkefni og við vorum öll einhuga á fundinum að láta þetta ganga hratt og örugglega og reyna að láta gott af okkur leiða. Þá höfum við átt fundi með sjúkratryggingum flutningu öldrunarheimilana yfir til ríkisins. Vinnan með bæjarstjórn og strategíu vegna fjárhagsáætlunar heldur áfram og nú eru haldnir 3 stuttir fjarfundir í viku með sviðsstjórum viðbrögð vegna COVID-19 og stöðun á hverju sviði fyrir sig. Bæjarstjórn hefur verið boðið að sitja hluta þessara funda með okkur og er þá skilgreint sem neyðarstjórn Akureyrarbæjar. Þá hittust við bæjar- og sveitarstjórar í Eyjafirði einu sinni í mánuði á fjarfundi, drekkum saman kaffi og ræðum sameiginlega hagsmuni og það sem er á döfinni. En tilgangurinn er fyrst og fremst að kynnast betur og styrkja tengslin og skiptast á hugmyndum og skoðunum. Slíkur fundur var síðast haldinn núna á föstudaginn 16. október. Í gær var síðan haldinn fundur með fulltrúum Byggðastofnunar, sveitarstjórnarráðuneytisins og bæjar- og sveitarstjórnarfólki á Norðurlandi eystra endurskoðun byggðaáætlunar. Og svo í dag hafa verið allnokkrir fundir frá morgni og er ég að funda núna með suðstjórum öllum og eiga með hálfsárs starfsmannasamtöl ofan á allt annað sem er í gangi. En þannig að það er mikið að gerast og mikið að gerast hjá okkur almennt. En takk fyrir. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 2., 9. og 15. október, bæjarráð 8. og 15. október, frístundaráð 14. október, fræðsluráð 5. október, skipulagsráð 14. október, stjórn Akureyrarstofu 1. október, umhverfis- og mannvirkjaráð 2. október og velferðarráð 7. október. Þessar fundargerðir má allar nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 16:28 og þakka fyrir góðan fund.